gestir, ráðherra, saknarnefndar Jóhönnu og aðrir Íslendingar. Ég með lítinn heimilisrekstur og sýni aðgát og ráðdeild í mínum rekstri. Ég skynsöm, ég hófsöm, ég haggsýn húsmóðir. Ég ástunda siðlega, löglega viðskiptahætti. Fyrir ári síðan keypti ég íbúð. Ég var búin að safna fyrir útborgun en varð eins og flestir aðrir að fá lánað fyrir hluta kaupverðsins. Í mínu tilfelli fékk ég lánað 70% af kaupverði íbúðarinnar. Nú eigið fé sem ég notaði við kaupinu á íbúðinni að brenna upp á verðbólgubáli. Fyrirsjáanlegt að íbúðaverð muni lækka á næstu misserum. Stjórnvöld og verkefnisforystan ættu að bæta gráu ofan á svart með að halda verðtryggðum íbúðalánum óbreyttum. Já, kæru gestir, ég gerði mig grein fyrir því þegar ég tók lánið mitt að það var verðtryggt. Og ég gerði mig grein fyrir því að þegar bensín hækkar á heimsmarkaði, þá hækkar höfuðstóllinn á mínu íslenska láni. En ég gerði mér engan veginn grein fyrir því að bankahrun og gjaldeyrishrun myndu bætast við höfuðstól lánsins í formi verðbólgu sem núna 20%. Forseti ASÍ hefur annars staðar talað kosti verðtryggðra lána fyrir íslensk heimili. ASÍ hefur einnig ályktað að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið en við það reddist allt og verðtryggingin hverfur. Jafnframt hefur forseti ASÍ talað að ómögulegt sé að boða til kosninga. Forseti ASÍ í réttum hagsmunasamtökum? Forseti ASÍ kannski komið með skrifstofuaðstöðu í samtökum atvinnulífsins? Fyrir hverju hann að vinna? Hvernig getur verkalýðsforysta sem með laun og yfir 1 milljón á mánuði verið í réttum tengslum við almennan launamann? Að gera könnun á meðal sinna félagsmanna og kanna viðhorf þeirra til verðtryggingar. En ég kom ekki hingað til að ræða gjaldþrot ASÍ. Ég kom til að ræða verðtryggingu og húsnæðislánum. Ríkisstjórnin og verkalýðshreyfingin hafa ekki komið neinar raunhæfar lausnir hvernig leysa eigi vandamál heimilanna. Einu lausnirnar að lengja í lánum og bjóða fólki upp úr skuldafangelsi. Ég ekki að bíða lengra reipi. Ég vil réttlæti og skynsemi. Það réttlátt að við fall bankana bætist við höfuðstól lánsins ótrúlega margir 100.000 kallar við hver mánaðamót sem sitja þar næstu áratugina og safna vöxtum? Það eðlilegt að ríkisstjórnin og forysta ASÍ telji verðtrygginguna náttúrulögmál? Reyndar má ekki gleyma skilaboðum frá ríkisstjórninni að það væri nú hugsanlegt og jafnvel mætti ég alveg nota séreignarlífeyrissparnaðinn minn í að borga inn á verðtryggða lánið mitt. Séreignarsparnaðinn sem nú hefur rýrnað 20% en lífeyrissjóðirnir þora ekki að segja mér hvað sjóðurinn hefur rýrnað mikið. Ef ég myndi nýta mér þetta boð þá þyrfti ég jafnframt að borga 1/3 af upphæðinni í tekjuskatt. Ég má nota það litla sem eftir af mínum séreignarsparnaði í að borga inn á verðtryggða lánið mitt á meðan stjórnvöld með gulltryggðar lífeyrir og sérkjör á sínum lífeyrisréttindum. Gerir fólk sér grein fyrir því að lífeyrisréttindi ráðherra í ríkisstjórn Íslands hafa bara alls ekkert rýrnað? Ráðherra
starfsmenn sína, sama hversu mikið lífeyrissjóð þeirra tapa, bætir ríkissjóð þeim upp mismuninn. Okkar skattpeningar fara í að bæta upp tapið á lífeyrissjóðum ráðamanna. Og þá er ég ekki að tala um tapið, og þá er ég ekki að tala um eftirlaunaósámann sem virðist vera meitlaður í stein svo erfitt er að breyta lögunum einstök kjör æðstu ráðamanna ríkisins. Hvað tók langan tíma að búa neyðarlögin, Björgvin? Og svo mæra menn Evrópusambandið því þar er verðtryggingin ekki náttúrulögmál og innganga í Evrópusambandið á að bjarga heimilunum. En hvað á ég að bíða lengi? Við förum ekki í Evrópusambandið á morgun. Það tekur mörg ár að ganga frá svona samningum. Á meðan á ég að bíða sallaróleg með mitt verðtryggða lán og vera sátt við að 100.000 kallar bætist við höfuðstól lánsins hver mánaðamót. ASÍ hefur ekki komið neina aðra lausn á vanda heimilanna en Evrópusambandið. Stjórnmálamenn og ASÍ hafa sagt að það sé ekki hægt að afnema verðtrygginguna af því að þá tapi sparifjáreigendur. En er það ásættanlegt að til að tryggja sparnað einnar kynslóðar að sparnaður næstu kynslóð sé þurrkaður út og sú kynslóð jafnframt sett í skuldaánauð? Atburðir síðustu vikna eru að þvílíkir í stærðargráðu að það er ekki fyrir eina kynslóð að taka á sig byrðarnar. Hvernig getur ríkisstjórn sett íslenska skattgreiðendur í að minnstu kosti 150 milljarðar skuldbindingar út af Icesave ábyrgðinni en telur það ógerlegt að frysta verðtryggingu á meðan þessi ósköp ganga yfir þjóðina? Að sjálfsögðu vil ég verðtrygginguna burt. En fyrsta skrefið að frysta hana. Nefndar hafa verið ýmsar útfærslur af því hvernig hægt sé að frysta verðtrygginguna og skapa ákveðið jafnvægi milli skuldara og lánadrottna en ekki alla ábyrgð hjá lántakendum og allt vald hjá lánveitendum. Gylfi og Björgvin, og þú mátt spyrja Jóhannesi líka. Hvort er heildarhagsmunum betur borgið við það að frysta verðtrygginguna eða að fjöldi fólks skili inn lyklum sínum til lánastofnana? Tap lífeyrissjóðanna hefur ekki verið vegna útlána til einstaklinga. Tap lífeyrissjóðanna hefur verið vegna óskynsamlegrar fjárfestingarstefnu. Ég hef hugað að nokkrum lausnum fyrir minn litla heimilisrekstur. Allar eru þessar lausnir löglegar, en á endanum mun siðleysið kannski yfirbuga mig í örvæntingum minni, því ég hef líka íhugað lausnir sem eru löglegar en flokkast líklega undir það að vera siðlausar. Hérna eru lyklarnir.